Ég fæddist í Burkina Faso í múslimskri fjölskyldu og það var ekki þegar ég var yngri í boði að vera að fara í kirkju. En ég fékk tækifæri að fara með vinum mínum kringum jólin og það var ekki með leyfis foreldra minna. Vegna þess sem múslimi þurfti ég að biðja og lesa Kóraninn, það væri rétt. En að fara í kirkju væri að missa trúna og vera trúleysingi. Það sem vinir mínir voru kristnir, þau hefur verið alltaf að bjóða mig kringum jólin. En það er bara eina tíminn sem ég gæti fara í kirkju með vinir mínum, af því þá erum við bara einhvern veginn að leika saman eða vera saman og enginn var að taka eftir því. En þegar ég kom í menntaskóla, þá var ég að byrja meira að pæla í kristni trú. Af því ég átti þann vin sem hét Luke og hann hefur verið mikið að vitna fyrir mig, að tala trúna, Jesú Krist. En sem muslimi var ég ekki að hugsa Jesú sem frelsari. Við hugsum hann sem spámaður en ekki meira en það, eins og allir aðrir spámenn. En hann gaf mér samt þessa löngun að byrja að lesa Biblíuna og lesa rit sem tengt kristni trú. Og þar byrjaði ég að lesa meira, hafa áhuga meira á kristni trú, af því ég get ekki trúa að Islam og kristni getur bæði vera rétt. Pappi minn muslimi og hvað á ég að gera ef kristni trú satt? Það væri vandræðilegt og ég var mikið í vandræði í tímabili, var mikið að hugsa, að pæla mikið í íslamskri trú sem ég búinn að vera allan tíman og vera að biðja og fasta og gera allt sem ég tel góður muslimi á að gera. En á endanum, þegar ég held áfram að lesa Biblíuna, fann ég út það sem Jesús sjálfur sagði. Það ekki í samræmi við það sem við lesum í Kóraninni. Af því þar lesum við að hann var ekki krossfastur og hann ekki sonur Guðs, af því Guð á ekki sonur. En það sem ég les í Biblíunni, ég fann þar að Jesús sjálfur að segja að hann vegurinn, sannleikurinn og lífi. Og hann það sem hann segir vera sonur Guðs. Og út frá því byrjaði ég áframhaldandi að lesa, en ég fékk ekki þessa trúa samfæring. Þangað til ég fékk tækifæri að fara í kristni mót, þar sem þau voru að biðja fyrir fólk að fyllast heilögum anda. Og þar fékk ég tækifæri að fyllast heilögum anda. Og út frá því fékk ég þessa samfæring í trú minni að Jesú Krist ekki bara spámaður, hann frelsari. Og hann getur snerta líf hvers og eins í dag. Og út frá því byrjaði ég að vaksa í trúnni og þetta hefur verið besta ákvörðun lífs míns og ég hef aldrei séð eftir því. Ef þú að leita, þá á réttum stað. Og ég ætla að hvetja þig að vera einlægur í leitni þinni og þú mun finna hann. Af því hann sagði, sá sem að leita hans mun koma að raun að orð hans sé satt. Og það það sem þú myndi uppgöta eins og ég gerði. Og ég ætla að hvetja þig sem kristinn og búinn að vera það lengi að deila trú þinni. Af því að vera góð fyrirmynd og deila trú þinni mun hafa áhrif í líf annarra og það það sem skiptir máli og ég trúi það sem Jesú vill að þú gerir og Guð blessi ykkur.